daginn, Sunna. Góðan og blessaðan mánudaginn. Við erum sko að taka þetta upp super snemma. Við líður eins og við sem sko með morgun útvarsþátt. Á gríns. Er það ekki? Jú, það er líka bara augum mínu svona þrútin. Svona ennþá þreytt. Já, bara svona bólgin. Ertu búin að fæða koffín í dag? Ég er búin að fá 1 bolla. Ég get ekki farið fram úr nema ég fæ með bolla, sko. Já, ég búin sko. Það er eina sem kemur mér fram úr. Það var bollin minn. Já, er það ekki þannig? Nei, ég bara náði því ekki í morgun. Það með að við skilur hvað þú ert með nákvæmlega saman sett upp og ég. Ég veit það. Það er svo heilagt fyrir mér. Já, það En ég skal bjóða þér upp á te. Já, takk fyrir það. Thank you for offering me some tea. Would you like some tea, love? Yes. Got some peppermint and licorice over here. It's quite nice, actually. Quite nice. Þú gleymir alltaf að taka pókan upp úr. Já, ég veit það. Því maður á bara að hafa það onni í 3 mínútur eða eitthvað. Annars verður þetta bara spicy. Ég elskar spicy. Og það, finnst það? Svo gott. Við erum ekki. Þú veist það? Já, maður veist það bara fínt skrifa. Ég veit ekki alveg með það, sko. Já, eins og sem þá er klukkan lítið og við erum ennþá í galsa. Já. Það er bara svona. Ég er eiginlega bara yfirleitt í galsa svona 90% af deginum. Já. Svona þreytan er eiginleitt svona. Það eru kannski svona 5 tímar sem ég er ekki í galsa á deginum. Sorry, ég smita ekkert með gispið hana. En hei, við verðum með full orku í þessum þættir, sko. Já. Lefa ykkur bara aðeins að hristu upp í tegun okkar. Og já. Ég veit ekki ennþá hvað þessi þáttur heitir. Nei. Þið veit það, þið eru búin að íta á hann. Já. Við erum með það ákveða. Hann kemur kannski í þættinum. Já. En þú veist, basically, ég veit ekki hvað nafni gefið þetta kynna. Ég veit ekki hvað við munum skýra þáttinn. En basically er þessi þáttur svona aðstofafólk eða assistants sem að hafa sagt okkur sögur af stjörnunum sem það er að vinna fyrir. Já, sem er spilling the tea. Já. Við tölum þetta í aðstofafólk fræðafólksins að þú veist, við vildum fara í svona þú veist, crazy sögurnar sem að hafa verið sagðar um það að vinna fyrir stjörnunar. Já, úpúsi. Það er svo mikið einhverjum weird ass sögum þessi celeb. Maður var bara svona, ha? Og sem náttúrulega þessi celeb skilur bara eru frekar weird á því hvað þið er að biðja og ég held að sé eins og með þetta starf, þú veist, það er engin lína skilur stjörnar leggja bara línuna sjálf, þú veist, hvað þið vilja láta þið hjálpa með og hvað ekki og sumir vilja hjálpa miklu meira heldur en aðrir og sumir vilja gera miklu skrýtnari hlutir heldur en aðrir myndi vilja og eitthvað. Já. Hvernig heldur þú værir ef þú ættir að aðstofa mann? Ég myndi beða að gera allt, sko. Það? Já, allt, bara óminn umasti. Ég myndi ekki nennan einu, held ég. Vá. En þú? Ég held að ég er svona mikið svona típa sem verða að gera allt sjálf. En ég held að ég væri svona að treysta manneskinu kannski til að gera bara svona fara út að labba með brús bara eitthvað skilur. Já, en samt þú varst að gera það rétt líka, sko. En bara svona, ef eitthvað getur svara allum e-mailunum mínum. Já, e-mail, já. Ég er rosalega leiðileg því. Svara bara DMs fyrir mig, ég líka glötu því. En það er svona leiðilegt að því að fólk eru svona býð svari frá því. Ég veit það. En ef þau myndir lesa upp fyrir mig, ég myndi segja að þau myndir skrifa bara. Já. Bara svona, eitthvað segja bara, ég elskar þessu þau bara, en þú segja bara, oh my god, ég elskar líka og fullt í hjörtum. Þú veist eitthvað svona, skilur. Það var bara svona, það var ekki ekki gaman. Þú myndir bara að sitja hann og bara Já, og með þú ert kannski mála þig. Já. Tvent í einu skilur búið, það er ekki þægilegt. True. Þannig já, ég myndi alveg láta það gera mikið, sko. Já. Og svo myndi ég alltaf láta þau passa upp á að heimilum mitt lyktaði vel, þannig að ég myndi passa að minn aðstoðarmaður eða kona myndi alltaf vera búin að fara að ná í nýjasta hómeilminn hjá Laufaspa. Já. Það er alltaf bara fresh hómeilminn hjá Laufaspa. Já, og það er bara klikkar ekki. Nei. Og bara alltaf til labbinu vill ég bara alltaf að hann sé bara í hverju, að því þetta er svo stór hús skilur. Já. Þú veist, ef þú átt aðstoða fólk þá áttu örugglega stórt hús. Já, skilur, þannig að þú veist að verða að vera í hverju einustu álmu. 100%. Hvaða hómeil myndir velja? Myndir velja Oakmoss eða lemongrass eða? Ég held yfir haustið myndi ég velja Oakmoss. Já. Lemongrass yfir sumarið. Já. Ég er með Oakmoss núna heima og þetta. Svo gott. Ég bara alltaf þegar svona, maður finnir alltaf svona ekstra mikið maður fram í, ég alltaf bara, Og svo, there you are. En líka bara svo gaman að fólk kemur í heimsókn og þau er svona, hvað góða lykt hérna. Já. Það er ekki skemmtilega. Á gríns. Það er gott hrós. Það er örugglega besta hrósið. Einmitt. Það var ríkald eitthvað myndi segja bara okkar vond lykt heima. Nei, það myndi það bara ekki segja neitt. Þá var ég bara, herði, ok, ég þarf að kaupa með nýjan ilm. Kaupa nýja áfyllingu á ilmnum. Já. En það myndi náttúrulega aldrei neitt segja okkar vond lyktina. Ef þú ert með Laufaspa ilminn.
Nei, ég bara tala yfir höfuð, það myndi aldrei neitt segja það. Nei, þú kannski. Já. En ég segi, ef þú ert með hómilvinn, þá færðu hiklaust alltaf vákaða góð lyktina. Einmitt. Þannig að þá þarf aldrei að lífa að hafa það, þú veist, í þorstofun. Það er svo fyrsta sem að fólk er bara vá, það er góð lykt heima henni, hún er alltaf reyni. Eða svona stóru rými sem svona næri eitthvað yfir. Ég myndi helstilega bæði, sko. Já, trú. Það er svo mikilvægt, mér svona að kemur alveg mikið táfíla í fórstofur. Sérstaklega þegar ég maka eða eitthvað sem að æfa fótbolta, eitthvað íþróttir. Já, eða fótbolta gymmið, skilur. Já, ég segi það bara íþróttir, skilur. En það er eitthvað sérstaklega vond lykt að taka, sko. Já. Ég held að það er svo súr svona lykt, skilur. Líka því að það er kannski svona grasi og kemur svo vond svona súr grasa, svona blöytlykt líka. En þú veist inni í einhverju íþrótt. Það kemur ekki þessi blauta fíla. Nákvæmlega. Það er alveg töndólíkt, sko. Þannig að þú ert fótboltastrákur eða stelpa, fara að kaupa ykkur hómilvinn. Já, og kemur skona ykkur út af svölum. Sláleðilega. Nei, það er svo. En já, ég held að ég myndi bara passa upp á aðstæður maður minn myndi, ég væri örugglega alveg frekar leiðilega, sko. Það er ekki leiðilega við þau, en bara svona leiðilega ég myndi gefa þeim alltaf mikið tösk. Já. Og ég var örugglega bara gett leiðilegt að vera samt minna, því ég væri örugglega bara nei, ég ger þetta sjálf. Nei, það. Ég er svo mikið þann típa. Já. Með marga hluti. Því þú veist, ég nenni ekki að bíða, ef ég bíða ykkur eitthvað, þá nenni ég ekki að bíða í 2 mínútur, sko. Nei, ég skil það. Ég vil láta gera það strax. En þú veist, að láta kaupa fyrir í matinn, hvað sé það er lett? Þú veist. Það er líka bara panta ekstra, eða hún má panta á netinu. Já, ég sé það. En þú veist, hvernig veit hún nákvæmlega hvað ég vil? Hún bara þekkir, hún lærir inn á þig. Já. Hún bara góstar þig í 2 vikur. Það sem hún fylgist með öllu sem hún gerir. Og hún lærir bara. Það er bara það sama. Ég er vana fyrst. Same. Það verður bara svona 1.000.000 egg og sriracha sós og avokado í skjárnum. En bara svona skipulega daginn, skilur við segjum að ég verður bara svona að senda eitthvað hei, Sunniva, taka upp morgun klukkan þetta. Þá getur hún basically bara svaraði messinu bara Sunniva er í gymminu frá þessu en kemist þarna. Skilur, það var ekki þægilegt. Hún er á gymminu Já, trú Ég held að ég veit alltaf sjálf hvernig ég er í skólanum og hvernig ekki, sko. Já, ég sé það. Hafa einhvern sem er með, þú veist, má taka á þessu, sko. Já, ángríns. Ég væri til það reyndar. Já, því ég get ekki ég svona mann alltaf bara svona kaldur svona issi haustum á mér. Gleyma alltaf að skrifa það niður. Já. Og svo fokkast allt upp. Já, þú ert rosaleg. Já. Það er svona við getum ekki öll verið fullkomin, sko. Nei. Það er mitt svona hvað? Bara svona flaw að vera óskipulögð. Já, maður getur verið maður er líka bara dagar minnur á mér stundum verið sko skipulögð auðvitað á mínútuna bara, en stundum verið bara hvað dagur er. Nei, sem sko. Það er bara alveg þannig, sko. Já, bara vikur. Já. Maður er bara góð vikur, svo maður verið vikur. En ok, við ætlum að henda okkur í topikið. Já. Tilbúin í það. Sko, vorum að ræða að við byrjum að taka upp. Það er náttúrulega svo ógeðslega mikið sögum sem eru nafnlausar. Já. Og það er náttúrulega undir öllum kringumstæðum skrifaðu undir NDA sem er Non-Disclosure Agreement sem þýðir að þau megi ekki tala hvað gekk á, eða hvað gerðist eða hvernig hlutunum var háttað. Mér skrítið þegar það að vera expósað því að bara svona, akkur voruð ekki með samningin, skilur? Já. Að því að ef ég var eins og Beyoncé hérna og fyrirvændi aðstofamaður minn var að segja að ég var ekki gett Messi og að Jay-Z fílaði það ekki og það er ástæðan okkur röfrildi ég væri bara, bitch, ég ekki liftir hann á heimilum mitt, sko. Þau eru alltaf með endja, en þau eru alveg margir sem hafa alltaf verið kærðir, sko. Það er klart. Þú veist, þannig að sumir eru kannski bara að taka það. Já. En þannig að margar af þessum sögur, með allavega sögur sem ég er með, eru nafnlausar. Já. Skilur, en þetta er allt A-list Hollywood fólk, þannig við getum svona gefa okkur svona hvernig stjörnunar kannski lifa smá lífinu sinu. En það eru sumir sem verður með nafn undir. Já. Svo veit maður alltaf ekki hversu mikið satt þetta er, en samt gaman að fara yfir þetta. Vilt þú byrja? Já, ég var að segja hann um Beyoncé. Já. Hún er Messi. En svo er eitt hérna Ryan Gosling. Þekkjum hann flestur Notebook og fleiri. En hann er ekki Ryan Reynolds. Nei, hann er ekki Ryan Reynolds eins og þú heldur alltaf. Tveir mjög ólíkir menn. Manniskan. Ég skil það ekki alveg. Þeir heitið bæði Ryan, ég skil það. En finnst þeir líkir? Þeir eru kannski með
svona sívallingshaus, skilur Sívallingshaus? Svona, ég með þannig haus, svona langan haus Sívallingshaus? Já Og já, allavega hann með leyndamál og hann mjög skrítinn Ok Það sem hún fyrir gaman að gera að fara niður 4 fætur Nei og bregða starfsfólkinu Já, ok, það bara fyndi Ég myndi að samt fór að vera eitthvað búið te og þú lítur niður og það er bara eitthvað að ræða kostið að vera bútum Ég er bara svona, það er allt rangt við þetta Já, hún reyndar Þetta er reyndar alveg fyndi samt Þú veist, ég myndi að horfa upp og hann er að horfa svona upp á því einhvern veginn Já Ég myndi að svipin á honum Já, sumum finnst náttúrulega ógeðslega gaman að gera aðra óþægilega Já Ég lendi í gær, ég fekk símtal frá bara einhverju númeri og það var bara eitthvað gals í mér ég var, ég tók með bíltúr bara með mákonum minni og eitthvað og var bara aðeins að fá svona frí frá heima og fór bara í bíltúr með hennu og eitthvað svo hringi síminu og eitthvað númer og yfirleitt er ég bara svona, ég nenni ekki svara númeru sem er ekki vistu en ég svara bara það var þetta eitthvað svona kostningasímtal og eitthvað svona, maður tekur þú ætlir ekki að kjósa það kostningar að koma eitthvað og ég bara svona gerði í því ég fannst bara svo gaman að láta gæjunum líða óþægilega Hvað varst að segja? Hann var eitthvað, fyrst eitthvað ég hringi frá þessum flokk og ég eitthvað ok og henn ég eitthvað ok, hann eitthvað já, þú bara tekur þú ætlir ekki að kjósa og ég er eitthvað svona jú, eitthvað, hvenær eru kostningar? Ég ætla alveg að kjósa, ég var bara að stríða honum og hann eitthvað sagði hvernig kostningar væri og ég eitthvað ok og svo já, mætti ég spyrja eitthvað, ertu búin að myndaði skoðun eða veistu hvað það er að kjósa? Og ég hefði, já og svo var ég bara með þögn og hann eitthvað ok, má ég spyrja hvað þú ætlar að kjósa? Ég eitthvað, já ég ætla að kjósa, og svo sagði ég eitthvað flokk, skilur og hann var, nú, ok og það er ekki flokkurinn sem var að ringja ekki flokkurinn sem var að ringja og hann var, nú, ok, af hverju? Það mest bara besti flokkurinn já þú ert alveg fyrst á því já og svo var samtali bara, það var bara geðveitt svona þögn á milli og eitthvað svona, ég var bara svona í kasti í bílnum mínum, veist að ég hugsa, þetta er bara óþægilegt fyrir þennan gæja bara elsku, bara svo vandrarlegt fyrir það að þurfa að gera þetta Grínsgreyin já, ángríns ég bara greiði þetta var greinlega ekki handbókin hans hann er bara, what? Okay. Hún sagði þessi flokkur, ég er hringi frá þessum bara... já, og bara svona, og þetta var bara alltaf ekki þurft og þetta svona, það var ekkert flow á samræðinni var hann ekkert að reyna að samfæraðinni og gera nei, út af ég var svo þurr nei mér fannst, já, það fannst mér gaman að gera nóþægilega já, ljótt á mér en ég veit ekki nei, hann er að ringja þig á þínum enga tíma sunnudegi já, smá síðlaust en já, hvað er þú með? Herru, það er einn sem segir sem var assistant hjá Khloe Kardashian og hún segir að Khloe lyfti ekki fingri heima á sér kemur svolítið óvart þegar þú spila sér svolítið öðruvísi ég alltaf svona organizing en hún segir að hún basically gelti bara skipunum á aðstofafólki sitt og þú veist þeir eru svona housekeepers sem taka til og þannig og þau þurfa að passa upp á að til dæmis að kökur og önnur svona góðgæti séu displayed mjög flott svo þau lítið vel út á kamerunni ok þannig að hún basically gerir þetta ekki sjálf ég var enda til einhver mannski sem skipulega allt hjá mér svona eldhúsið og einmitt í líka en þetta kemur samt raunin ekkert á óvart sko. nei hún kannski segir bara mannskinn ég vil hafa þetta svona eins og hún fann á Pinterest skilur já 100% Átó, því var ógeðslega þægilegt já. Ég myndi gera nákvæmlega sama eitthvað herri, ég fann þetta Pinterest make it happen just love that er sem ekki annað takk til næsta takk til annað já. Jennifer Aniston hún það var bara svona stanslaust að halda henni við ákveðin líkamsita henni verður svona heitt já hún bara svona það þarf alltaf að vera svona cool her down þannig að hún er eiginlega alltaf með svona litla viftu með sér hversum hún fyrr já, hún er mjög heitfeng kemur ekki á vart og það er mér þess að sérst til aðstöður þú veist, hennar assistent bara vera haldandi á viftum á eftir henni til þess að halda henni kaldri what? það ekki að fyndi task eitthvað ég er viftu duty ég er Jennifer í dag er ég á viftu duty Britney Spears besta. Það er alltaf eitthvað svona matatengt við henni, saman hvað topp ekki fyrir í og kemur hún með eitthvað svona matatengt og junk food, skilur já.
veit ekki alveg hvað þetta er. Skil ekki okkur, þú veist, það elskar allir junk food. Já, en hún er svo mjög, hún er svona horfir á mat. Já. Hún, fyrirhandi staffmembur í henni segja að hún var mjög messy, bara þangað til að það var bara svona unhygienic, ég veit ekki hvað íslenska orðið var. Já, bara svona já, ég skil hvað meinar. Bara já, hygienic. Og þú veist, manneskina að segja bara, hún var alltaf að finna bara hamborgrar bara undir rúmin hennar og eitthvað. Það er viðbjörnslegt. Það er fyrir nasty, sko. En þetta hljómar örugglega, þú veist, ég geti ímyndið mér, þetta var örugglega þegar hún var að jamma sem mest. Já. Og taka mat með sér, borða upp í rúmi, hvað er betra? Já. Það er ekki betra. Ég fengi Subway upp í rúmi. Þetta er mynd af okkur. Veistu hvað myndir að tala Ekkert var eftir jam í MS og við komum báðum Subway bátinn og eitthvað það er ekkert betra en ándjós bara Subway upp í rúm eftir a night out en já það er mjög ekki næs að vera mannskja sem að taka upp Subwayn? Já, nokkrum dögum seinna það er ekki næs sko en ef hún fekk sem McDonald's ég þá alltaf rotna það já, bara eins það er svona ekki góð lykt að hefur ekki verið við svona hótelherbyggju og bara eitthvað lykt skilur eða svona McDonald's lykt inn í herbygginu ok, ég ætla að fara aðeins í þetta er svona kannski aðeins grófari sögur svona sem eru nafnlausar en þetta er allt sagt, sögur sem eru sagðar af fyrirvændi aðstofafólki frægafólks það er einn þannig sem segir ég vann einu sinni hjá nokkuð þekktri hljómsveit og söng og aðalsöngvari hljómsveiturinnar neitaði að tala við neitt sem vinnu hjá þeim eða jafnvel horfa í augun á þeim þannig að þú veist allir sem unnu fyrir hljómsveituna hann horfði ekki á þau og talaði ekki við þau og hann myndi kannski ég sem aðstofamaður myndi kannski tala við hann og þá svona hallaði söngvarinn sig að og hvíslaði hinum hljómsveitafélögunum sínum og sem sögðu síðan skilabúðin hann gat ekki svara manninum og ég gaf mikið disrespect ekkert eðlilega og það ámur sig bara okkur öllum fannst þetta ógeðslega dónulegt og hann segi ég hef unni fyrir tonna hljómsveitum og frægt fólk og þessi hefur alltaf verið verst oh my god hvað hljómsveit alltaf sé? Ég veit það ekki þetta er auðvitað eitthvað svona ég veit ekki af hverju, sorry, þetta er bara first that came to mind, ég held þetta sé eitthvað svona rockhljómsveit, ég veit ekki, því að mér finnst þeir eru oft svo ógeðslega yfir alla aðra þetta er ekki One Direction, skilur nei þessi stóru ef það bara Harry Styles bara getur ekki tala við þetta ég trúi því ekki nei, ég held að hann verður snæðismannski heimi sko. þetta er svona eitthvað Aerosmith AC/DC eða eitthvað svona þannig held ég kannski, hvað heitir hann hljómsveitum Travis Barker og já, Blink-182, já, kannski það byrjar assumption að hérna já, við megum það alveg og ég kom að aðra svona ok það er svo einn það sem átti celebrity balls og hún segir sem sagt yfirmaður minn fekk mig til að eyða mánuðum saman í að skipuleggja og plana 8 ára afmælispartí fyrir barnið hjá stjörnunni fyrir $15,000 sko það er eitthvað ógeðslega mikil peningur já og þetta átti að vera þú veist þriggja tíma afmælisveislu í skemmtisgarð á staðnum sem að þau bjugga á bara til þess að hætta við viku áður shit hún var bara eða bara mánuðum grei konan fyrir 8 ára barn þetta er eitthvað svona Real Housewives sko. já, ég hugsa einmyndin hver var það Taylor í Real Housewives já, var það ekki, það var rosalegt bara eitthvað risa afmælispartí hún var reyndar bara 6 ára eða 4 ára eða eitthvað en hún segir, þú veist, þessi sem segir þetta þú veist, þetta var ekki í starfslýsingunum minni en samt því að þú mig gerir þetta einmitt já, heyrðu, J.Lo okkar kona ég get alveg trúið sér svolítið erfitt að vinna fyrir hana já hún á til að þeir segja fyrirhandi aðstofafólkinu segja sér smá cheap ok hún borgar helmingin af hvað svona venjulegur celebrity assistant er að fá til þeirra, til sín staffs hún er bara þetta sem ekki honor að vera með mér veistu hvað ég kalla hana? hvað? Paylo
Like a nickname Pilo Svo vond nickname Oh my god, það er einn það sem segir ég sótti henni sinni lifin fyrir yfirmann minn sem var A-list Hollywood skilur og þetta var svo að þessi stjarna er svona recording artist þannig að þetta er einhver í tónlistabransunum og hann átti að fara að segja lifin fyrir yfirmann sinn og lifin voru ætlaði til hárvaxtar sem segir okkur það og það sem að þetta er sem mér finnst skemmtilegt að taka fram er að þau eru með sömu óöryggi og við erum með Já, 100% það er bara svona breath of fresh air skilur bara svona ok þau er líka þau er allar peningi heiminum en hann fór að segja lifin fyrir hárvöxt Elsku Mariah Carey ég myndi aldrei lifina fyrir hana Hún fyrir ekki að sér hárið sjálf Nei, reyndar myndi þú gera það að þú væri fræg? Já Er það? Hvað er ekki gaman að þrýja hárið? Ég myndi alltaf fara í svona hvað er þetta? Bara alltaf? Já Blótræ Bara mæta með sveitt hárið eftir hotjóku eða Já Hátó Mér er svo gaman að gera my hair routine en ég myndi vilja að skilur þrýfa það sjálf og svo fari blótur með blött hárið skilur Þetta er svo kósi láta þrýfa þær hárið þetta grínast Já, en svo bara alltaf Já, en þú veist, ég meina mjög margir sem eru svona mjög successful, kannski svona business fólk og þannig, þau bara 3 vikur í blótræ En það er samt eitthvað svo hljómar eitthvað svo Mér finnst ég vera svo ógeðslega clean þegar ég bara tek sturtuna sem ég þrýf bara allt, skilur en að vera alltaf að passa hárið sér ekki Já Þú myndir kannski fara í sturtu og hárið myndir blott nokkuð svo myndir bara henda í klemmu og mæta svona nýra á hárglustofu Já En þú veist eða bara það er einhver heima hjá þér bara sem gerir þetta, bara með þannig vasks hún fer annarkvort á, þú veist, hárglustofu eða bara bara einhver heima bara er hún hallað sér yfir baðkerfið? Nei, hún er bara með svona sæti Ætli það? Hlýtur að vera Ég trú ekki að hún er það rík eða þú veist eða þannig Jú Sko, Mariah Carey koma jóla öll árin Já, en samt bara hún er bara að vera bara að fá tekjur einu sinni ári Nei, hún er alltaf fær alveg tekið fyrir hitt Nei, hún er bara engin á heilögin En ég Lady Gaga hún demandar kúr Já, heyrðu Ég er smá mút ég get alveg en það er svona smá skrítið því að hún verður að hafa eitthvað til að sofa hliðina á sér á kvöldin Já Ég tengi ekki alveg þar eða þú veist Ekki heldur bara eitthvað Nei, bara assistant Þannig hún lætur aðstafólki sitt eða svona her assistant sofa upp í þessar Já Það er rosalegt Það er einu sem segir ég vann hjá Jeffrey Bezos í 1 ár sem er sem sagt, þú veist hvað segirðu, hvað? Jeffrey Bezos? Jeffrey Bezos Það er sem sagt, hann er sem sagt Ég heldur bara að segja Jeffrey Bezos Jeffrey Bezos Nei, heitir A-Z-O-F-F Bezos, eitthvað En hann var sem sagt svona manager hjá Harry Styles hann Jeffrey Það er alveg gáðan Já, og þessi mann sem segir þó ég hafi ekki unni beint fyrir Harry þá var ég samt að vinna við það að svara aðdáendapósti og hringja út fyrir hann Ég var að vinna fyrir hann árið sem fyrsta platan hans kom út svo ég var að hjálpa til við öll viðtöl og spjallhættina sem hann fór í Ég var svo heppin að fá að fara baksviðs fyrir þáttin hans þegar hann mætti í Late Late Show og hann fekk körfu í búningsklefanum sínum með kampavínsflösku, smákökum, múffum og súkkulaði og hann gaf mér helminginn af körfunni Nei Það einu sem ég sagt að Harry er sætasta manneskjan til Sætasta? Sweetest Slá bein því þetta Það er svona Það er bara svona mestu dúlumanniska En þarna séru Harry er með fólk til að svara aðdáendapóstunum sínum Ángreins, trú því Það er cute Já Það er svona smá steikt Ég myndi að fá svar frá aðdáendapóstunum og það er ekki svona Harry Ég held að sé að hann er hjá öllum Ekki Princess Di Nei, Lady Di Ok, svo er einn þráður á Reddit sem segir hérna Hæ, ég var sem sagt personal assistant hjá Hollywood leikonum hún segir, ég get ekki ég veit ekki hvað sem hún er hann segir alveg, ég get ekki sagt hvort að ég get ekki sagt hvort það er út því að ég skrifa undir NDA en lífstíllinn var mjög áhugaverður og mér langar að gefa ykkur smá svona einsýni hvernig það er þannig að þið megi spyrja hvað spurningu sem er
og ég skal svara en ég get ekki svara spurningar sem gefa hint á hver þetta væri en það sem við vitum þetta Hollywood leikona og ein spurning það sem var skemmtileg hversu oft sendi hún þig til að ná í kókaín fyrir sig þetta góð spurning út af því að það bara einhvern veginn svona assumption og líka þessi þráðu að gera fyrir 9 árum skilur þannig að þetta var líka alveg pínum back in the day og þá segir þessi mannskja ég vann fyrir mannesku sem var mjög svona bara svona responsible foreldri og gerði það ekki tók sérst ekki kókaín en hún segir en guð sumir hlutinni sem ég hef séð þá spyr hinn mannskjan aftur getur þú útskýrt hvert að tala skilur og þá sagði hann ég mætt með henni í partí þar sem að það voru það háir staplar af kókaíni að þetta var bara eins og lítill píramídi bara piles of coke en ég hef aldrei séð hann minn taka þátt í að taka en hún segði bara þetta náði bara sumum upp á meðum pældi í þessu bara í partí en það bara eins og þegar við bjóðum í partí þá vorum við með klakaskilur bara get basic þetta hrikalegt líka bara ég myndi að það virðið að ræna þetta leið ángurins bara tekur eitt svona kuppi eða eitthvað og ég veit ekki hvað mikið virðið svo spyrir fekstu Christmas bónus fekstu svona bónus í jólin og þá sagði mann nei fekk það ekki en það bara að því að hún segir mér satt áhugaverður punktur hún segir the turnover bara starfsmanna veltan það mikil hjá personal assistant í Hollywood að þessi mannski náðu bara að vinna hann í 3 mánuði þannig hún náðu ekki yfir the holidays það verður alltaf að skipta aðstofamann eða einmitt og þá spyrir mannskjan hættru eða varstu rekin og þá segir mannskjan ég var rekin fyrir hvað? það var næsta spurning hún segir manneskjan segir ég kom tilbaka eftir að hafa verið að hlaupa út run some errands bara stúrsast eitthvað fyrir hana og þegar ég kem aftur tilbaka þá var hún að rífast við eitthvað í síman varðandi eitthvað hlutverk sem hún var að fara að vera í eftir að hún var búin í símanum þá tók hún allar reiðina út á mér og lét mig líða eins og ég væri búin að vera gett lengi að stúrsast allt það sem ég ætti að vera að gera og hún bara hann segir hún segir chewed me out bara rakkaði sér niður eitthvað neginn fyrir þetta og mannskja var bara ég leti það bara slæta skilu því ég vildi ekki missa vinnuna mína og svo næstu það mæti ég og ætlaði bara að vera búin að gleyma sig bara hún átti erfiðan dag og þá sagði hann bara heyri, gúdreikin oh my þannig já the power já og þá segir ég að þú ert mjög lojal og varasamur að passa upp að það kom ekki ljós hver þetta eftir hvernig hún trýtaði þig og þá sagði mannskjan ég bara verða að vera það ég skrifaði undir NDA og ég mun fara í virkilega mikið vandamál ef ég brýta og ég myndi ekki að þú voru að gera svona þráð ekki heldur bara ekki ég heldur en mannskjarn segir bara að hún sé evil bitch þannig að það eitthvað sem gengur hérna á já, það mjög steikt já núna held ég þetta sé smá bull Ariana Grande já, lætur halda sér já bara alveg séð hana skilur fólk að hún svo hefur eitthvað talað þetta já að en pælti ekki erfitt að vera með svona hún svo lítil já erfitt að vera alltaf að reyna að labba fram með öllum paparazzianum skilur og reyna að vera fljót já, ég held nú getur mig verið að mismina manna var náðist eitthvað tíma myndir á henni svo hefum verið spurð út í þetta hvort hún var ekki spurð út í þetta hjá Kordefni eitthvað ég veist að var það eitthvað tíma fyrst að hellininnar er eitthvað brotnað undir skólum eða var eitthvað þannig en í eitthvað eitt skipti þurft hún actually að fá mann þess að halda sér já en það var bara eitthvað svona eitt skipti já, var ekki eitthvað djók með þetta eftir þegar hún fór til James Gordon þá var hann að halda á rútum alltaf því að það var saga í gangi að hún var alltaf að láta halda sér svo Naomi Campbell en það bara frægt að vita að súmanniski á við reiðisandum var að stríða já og það er bara svona hvernig vita það allir að það eru mjög auðvelt að
finna sögur gegn henni og hvað erfitt að vinna með henni en það var til dæmis sko hennar aðstofafólk að þau hafa kært hana sko fyrir líkamsárásir þannig að það var einn aðstofamaður sem segir hérna að hún hafi sko gripið í handleggina á sér og hent manneskjunni niður á sófan og svo í 2016 þá var hún sérst að hitta mannesku, þetta er ekki aðstofamár en hún var að hitta mannesku sem vann fyrir svona PR eða almannatengst fyrirtæki og manneskjan var ráðin inn til þess að hjálpa Naomi Campbell að laga orðspor sitt okay. Því allt hitt var búið að vera að gerast áður þetta árið 2000 þá var líkamsárás 2001 og alls konar svona þannig að það var ráðin inn 2016 nokkur mánuð seinna bara okkur nú lögum við orðspor Naomi Campbell og þessi manneskja mætir þarna upp á hótelherbergi og eru hittast og allar ræða þetta og eitthvað gerist þannig að, ég veit ekki, hún brjálast bara og hún, sem sagt sko, hún tekur síma sinn og dundrar honum framan í hann þannig að hann var allur í marblettum þetta er ekki fyndið okkur Nei, þetta er mjög alvarlegt Já, en það er vist mjög erfitt maður getur trúið, mér er svona hvernig maður heyrst hana sko, less out of paparazzi það var bara svona, eins og það lítur mjög erfitt að vinna fyrir Kanye Já Við þrjum það bara að segja eitt vitlaust og það er bara, það er mikið starfsmann velta hún líka Já En Johnny Depp okkar maður, hann á smá leyndamál og það er einn aðstofamaður sem segir að það sem hann fílar að gera þegar hann er einn er að klæðast upp sem Jack Sparrow ímynda er að labba þú veist bara að koma ég var fórst mæta á vakt eitthvað þú veist bara mæta á vakt eða þú varst bara eitthvað með honum og hann bara þú veist bara hann vennilegur John Depp bara eitthvað svo kemur þið tilbaka og hann er alltaf bara Captain Jack Sparrow bara eitthvað heimaða sér í karakter hann er líka bara Jack Sparrow hann er svo mikið Jack Sparrow hann er alltaf bara hann er allt Já sem hann leikur. Þú veist, gera þátt bara þú veist, hvað myndi karakter að Johnny Depp er að leiki, sko. Ángríns. Hann er leik svo mikið. Hann jokes. Hann og hann passar í allt sem hann leikur. Já, hann er bara geggjaður. Ég dýrka hann sem leikara. Ég líka. En svo var hann... En pældi hvað sem finnst þér þú varst bara ég var að vera... Það er ekkert eðlilega að fyndi. Já, og svo bara mætir þú veist, þetta er svo mikil karakter, maður væri bara... Já, þetta standard. Just imagine what the postman thinks. Ég heldur að hann sé að sín things, sko. En það er bara eins og gerist fyrir Kim hana þegar hún labbaði óvart inn á Caitlyn Jenner klæði sig upp í konuföt, skilur áður en hann var komin búin að fara, búin að leiðrétta, skilur hann er svo ógeðslega fyndið að því að hún var bara, þú veist að því að svo fyndið að því að einu mannskjörn sem líða virkilega illa yfir þessu mannskjörn sem labbaði óvart inn á skilur, þú veist, Kim leiður miklu verð heldur en Caitlyn á þessum tímpúti að því hún er bara, oh my god, hvað, ég átti ekki að sjá þetta skilur maður sem ekki svona, oh my god, ég átti ekki að sjá þetta þetta er kannski samt ekki alveg að sama nei, ég veit það en ég bara segi, þú veist, svona og sem maður lendir í svona inn á fólk gera leyndamáli sitt það er svona ég væri freka til að láta labba inn á mig vera að gera leyndamáli mitt þú veist, ef ég ætti eitthvað svona leyndamál heldur en ég myndi labba inn á einhvern annan að því að, fattur, ég myndi líða miklu verð að þá ertu búin að expósa manneskina svo, þú veist, án þess að hún kannski vilja þú kannski Johnny Depp sé ekki þetta er ekki það mikið leyndamál, að þú veist nei en pælt samt hvað það er svona skriði mjög hvað er hann ekki Edward Scissorhands eða eitthvað pælt hann væri bara alltaf nýr karakter sem hann hefur verið að leika og það er svona bara creepy bara hverju mæti ég í dag gríns þú veist, hann hefur leikið morðingja og eitthvað hann hefur leikið svo mikið, sko og allt svona mjög funky Tim Burton myndir, skilja mikið Tim Burton og það er alveg svona weirdo svona mysterious eitthvað já, þetta er gott má sjá en svo er ég með svo langar sörina en ekki að fara yfir, sko Selena Gomez er mjög messy líka ég trú alveg mikið sem stjörnum sem Messi, sko. Ég væri alveg Messi ef ég ætti ógíslega ég er Messi já, ég get alveg vera en ég er samt svona 50-50 einhvern veginn en þú ert með geð mikið dót og þú ert með fólk sem mun þrýðu eftir 100% og þú leifir þér ekki aðeins meir jú, klárlega og þú ert að borga háa upphæð fyrir það It's your job to clean up after me
Tjók. Það einn sem segir hérna, ég vann fyrir mjög þekktan leikara sem var svona body positive skilur leikari. Það var mikið að tala um jákvæða líkamsímynd og svona. Og vann í þessu starfi í akkurat 2 vikur. Hún segir þetta var versta starf sem ég á ævi minni fengið. Þessi manneskja var bara ekki góð manneskja og var að gera lítið úr mér og jafnvel að skamma mig fyrir það að vera ekki með stærri bringu þegar ég var 19 ára gömul. Þannig að bara stærri brjóst, basically. Já, basically. Og hún sagði, ég hætti eftir 2 vikur að því ég bara gat ekki tekið þetta mér. Guð. Það er ógislegt. Hvað, eins og sé henni að kenna hún sér ekki með stærri bringur, eitthvað að vera. Var það kallkyns eða kvenkyns? Nei, eins og hún orðar þetta lítur út þetta sé kvenkyns. Já, she's just not a nice person. Já. Wow. That's rude. Ok, Miley Cyrus. Hún, kennir ekki dýrunum sínum að pottja, að þú veist, pissa úti. Þannig að þau pissa bara út allt heima. Það er ekki gott fyrir dýrin. Hún er alveg svín og okkar, sko. Það er ekki gott. Nei, það er bara, maður á að potti treina dýri sín, sko. Já. Ef þau pissi í sig, þá er það óvart. Já, það er eitthvað að. Eða þú veist, hrætti eitthvað. Já, það er bara alveg í spreng, skilur ég. Þetta mjög ósnýrtilegt. En hún já, þau bara kúka pissu út allt heimilega hennar og hún er bara með fólk að þrjóða upp. Úff, það er ekki gott jobb. Jú. Ég var ekki til að vinna þar. Nei, og ég myndi að lyktin heima henni. Új. Hún er með svín og hunda og... Új, hún þarf hómulvinn. Já. En að eins sem segir hérna vinkonu mín var sem sagt aðstofmaður hjá svona A-list leikonum. Hún sagði að allir í kringum sig sem voru að vinna líka fyrir þessa leikonu hafi sagt henni að lindamáli til þess að fá leikonuna til þess að líkjast til að líka vel við þig væri að þú væri að hrósa hversu falleg hún væri. Þannig að þú veist hún sagði ég pröfa það. Hún sagði var mjög óörugg stjörnan og þetta var mjög svona lýjandi. Það var að stanslust að reyna að koma upp með ný hrós þess að segja henni hversu falleg hún væri án þess að það myndi hljóma svona forsað. Og hún segi, já, vinkonu mín var, náðu að vera í þessu starfi í 6 mánuði en gaf síðan upp. Já. Það er ekkert eðlilega þreytandi. Það er svo erfitt stundum að umkringast fólki sem er svo ótrúlega óöruggt. Já. Af því að maður er bara svona að þau eru komin á það stig að vera óörugg að þau bara svona hlusta ekki, maður er bara nei þú ert. Já, einmitt. Geggjum manneskja og bara nei. Það er svo svona trúa þér ekki. Já, og bara svona það er svona negativ og draga þér svo niður. Eitthvað svona nei, ég er það ekki. Maður bara jú, gauð. Þau verða að taka þessu. Já. Það er svo sorglegt þegar maður er hrósíkur og manneskjan er bara nei, þetta er ekki rétt hjá þér. Bara svona, hvað meinar þú? Ég veit það. Og pældi vera að gera það í 6 mánuði. Já, það er alveg sorglegt, sko. Ég held að, maður sjá, ég er búin að fara yfir svona heila allt sem ég er með, sko. Svo eru margar stjörnur, eins og alltaf sem við nennum ekki að fara yfir þegar við svona, maður þekki þau ekki alveg út frá andliti. Já. Svo er eitthvað svona, maður sjá, ég sá okkur að fréttum að Kim Kardashian væri mjög nákvæm peysurnar sínar. Og þær þurftu að vera á x stað og x brotna saman og eitthvað. Pældi í því? Þessi skápinn hennar. Þetta er sko bara eins og fatabúð. Aha. Já. It's amazing, sko. Ég var alveg til að ég fatabúð sem fataskáp, sko. Ég líka. Gæti alveg. Allt glæði nýtt líka og... Já. Þetta er alveg næs. En þetta er, þú veist, svo margar bull, eða þú veist, svo margar mikið rugl sem þetta fólk sér er látið gera, sko. Það er alveg Tína. Fyrrverandi ástæðamaður Angelina Jolie og Brad Pitt. Hún er að kæra þau upp á $35 million fyrir að reka hana fyrir að vera veik. Já, það alltaf má ekki. Nei, það mátti ekki vera veikur, sko. What the hell? Já. Ná, ég vona að minni það mál.
Nei. Vonar það ekki? Jú. Ég vil segja að það nú ekki von það að hún vinni það mál. Nei, ég vona hún vinni þetta mál. Af því að, girl, þú verður að fá your sick day, sko. Og gríns. Alveg allir innir. Já. Það skemmtilegt. Kylie með eitthvað weird obsession á smoothies. Hún verður bara að hafa nákvæmlega eins og smoothie hennar, þú veist, alltaf. Bara sama hitastegi skiptir máli, skilur. Það, þú veist, þarna fyrir ertu bara að vera frekur. Og það má ekki snerta rörið. Ókvið. Ég samt, þú veist, það er leiðilegt að fá vondan smoothie, skilur. Klálega. En þú veist, eitthvað svona, nei, þetta er ekki svona marga gráður. Þetta er alltaf heitt, þetta er alltaf kalt. Já. Ég tengi, það er svona... En eins og í Housewives, þegar Kathy ætlaði að fá sér boost hana. Já. Bara, I need a straw, bara. And chia seeds. Ringja bara, þú veist, drekti það bara án rör. Ég skil ekki þetta obsession með rör alltaf. Nei, það sé ekki svo að festist ekki í tönnunum eitthvað. Varleiturinn glæða eitthvað. En þú veist, hún var svona nývöknur, skilur, Kathy. Hún er ekkert eitthvað reyndar komið með make-up, sko. Þetta er bara svona, bara að því bara. Fattar mig. Lindsay Lohan sparkaði í hennar personal assistant. Ég elsku. Hún er líka. Hvað er það? Það er bara, og þetta er bara... Hver fend? Ég það vifta. Já, þú varst að segja það með Jennifer. Já, en sko hún talaði að Lindsay Lohan var nýkomin úr fangelsi og aðstofumæður hann að koma og lista hann út. Og hún sparkaði í hann. Vist það ljóð? Já, mjög. Það er að sparka líka einhvern. Já, ég veit það. Hvernig stellingu ertu í? Til þess að það reyður að sparka í einhvern. Já, sko, out of a car, þannig að þú voru aftur í svo bara búff. Vá. Já. Það er svo mikið reiði inn í til þess að sparka í einhvern. Já, rosalega. Því að þetta frekar svona með höndunum, skilur. Það er svona þegar maður gerði við sískinni sín þegar maður var mjög reiður, sko. Já. Það var alveg bara svona extreme reiði, sko. Svona sparka í magan á þeim eða eitthvað. Ég og Rebecca notaði alltaf fætunar, sko. Já, hvað við? Maður þurfti að verja sig. Já, gríns. Catherine Heil, sem við þekkjum úr til dæmis Knocked Up og 27 Dresses og varmast í Grey's Anatomy í smá stund. Ég var líka bara, akkur myndi ekki segja Grace. Ég veit ekki hvort að margir mun eftir henni þaðan, en þú veist. Hún var svona OG cast. Já, Izzy Stevens. Já, og þú veist, mér var bara skaman að sjá hann hinum spólunum út af Grace. Já, true. Hún sérst neitaði á setti fyrir 27 Dresses, þá neitaði hún að taka upp skipting, bara hvað senu sem áður en hún fekk sér Coke Zero. En hún þurfti að fá Coke Zero og fara svo sett. Það er bara hennar bara ritual, bara áður en hún stegi á settið, þá þurfti hún að fá Coke Zero. Þannig að það var kannski smá pása eða eitthvað. Hún var að stegi aftur á settið, þá þurfti hún aftur Coke Zero. Ég get alveg tengt þetta, sko. Ég get alveg fengið mér ég myndir alltaf þurfa bara nokkuð eitthvað, skilur. bara svona slaka á. Og svo neitaði hún að hafa, þú veist, hádegismatinn. Hún vildi ekki, þú veist, sitja við hliðin á neinum eða tala við neitt og hún bara, þú veist, eftir að kamerur hættu, bara þær stoppuðu, skilur, þá var hún bara, ég sitt hérna einn og ég ætla að vera, þú veist, að maður ekki tala með henni með að borða. Wow, she needs a break. Skil það alveg. En svo hefur verið sagt eftir þetta, bara svona bæði leikarar og leikstjórar hafa fundið erfitt að vinna með henni. Ég get alveg trúa því líka þá. Þannig að, já. En það er alltaf ógst mikið að sögum Ben Stiller líka. Aha, já. Ég hefur ekki heyrt það, hann sé bara geðið dónuleg maður. Já, ég hefur endur heyrt það. Ég trúi því. Alltaf leika hann að nice guy. Ég hef alltaf sagt það bara svona, hann er nákvæmlega típan sem að leikur í Friends. Andurs, ég held hann sé það. Svona fake nice típan og svo svona snappar hann, skilur. Ángríns. Það var alltaf einu sem var að sjá þetta. Ég held að sé nákvæmlega þannig. Það er bara eitthvað drama bara með, þú veist, bara eitthvað saga, en reysa saga hvernig, þú veist, með eitthvað drama með eitthvað ístegina. Bara eitthvað, hann bara brjálaður að því að kom manneskja með ístegi í paper cup og hann vildi glas. Og svo var hann ekki með klaka. Og svo, þá þurfti hann að, þú veist, setja það yfir í hitt úr papercupið í glasið með klakanum fyrir hann og svo smakkaði hann það og hann bara, what the hell is this, skilur, það er ógislegt. Það er fokkast saman leikur. Ég myndi bara að gráta, ég var bara sorry, get ekki gert íst hér rétt hérna, sko. Oh my god. Hjálpið mér. Það er líka Christian Bale, sem við þekkjum, sem við þekkjum sem Batman. American Psycho. Hann
hans personal assistant hét Harrison Chong og hann vann fyrir hann í yfir 10 ár þannig að hann veit sko he knows everything he knows a lot of things og hann endaði því að skrifa bók tíman hans, hvernig hann var að vinna fyrir hann alltaf sko, hann Christian Bale, hann konsúmar hlutverki sín sko hann verður bara svona method acting heitir ekki það allavega, mér minnir að hann sé þannig típa en hann segir, þú veist, ef að Kristinn var kannski í burtu á okkur locationi að taka upp í kannski til lengri tíma þá myndi ég þurfa, veist, það sem ég þurfti að gera með hann var að sjá öll 5 dýrin hans og líka, þú veist, öll dýrin sem var með út í garði og já, það er kannski krútlegt en hann sagði, ég þurfti að gera allt fyrir mannin ég þurfti meira segja að lykta undir handakrygunum á hans rétt áður hann fór, þú veist, á red carpetið eða þú veist hvað að segja þetta, hvað má hann segja þetta ég veit ekki, góð spurning á hvernig hann þetta er svona, ef þú ert assistant skilur og svona, nokkuð svill dæmi skilur ég veit, svo er það, þetta gæti verið orðarsson oh my god, nokkuð svill, ég myndi að spyrja þig skilur bara hérna, bara alveg uppi nei, ég veit ekki en auðvitað hljómar að dilla en hann segir, ég þurfti líka, þú veist, að vera með svona emergency sock runs ef að Kristinn, þú veist, var búið með hrein sokkuna sína þá þurfti hann hlaupa og ná í nýja ég skil það alveg þú ert assistant, hvað heldur, þú ert í því hlutverki að gera það sem að maðurinn er ekki að gera skilur mitt að hugsa dýrin hans þegar hann er ekki heima þegar hann taka upp spólur væntanlega ég skil ekki, mér finnst þetta smá dramatist og hann segi stundum hvað heldur að gera? Stundum að vinna mjög spennandi eins og þegar vorum að ferðast til skemmtilega staði á okkur svona filmfestival og svona en stundum var það ógeðslega þreytandi eða bara svona dull hvað myndi segja dull væri, bara svona dull já, bara boring einhvern veginn stundum þurfti ég að sitja og horfa Kristján surfa bara svona ef að eitthvað skildi þurfa að gera þurfti að gera upp á landi þá þurfti að láta vita og hann segir sko að þerapasti sinn hafi greint sig með sko post-traumatic stress disorder eftir að unni hjá honum þetta er bara ekki rétt að starfi fyrir þig nei þetta er bara eitthvað, þú ert að passa upp á hann þetta er ekkert eitthvað heyrðu, þú varst bara að fá að lykta þess af handakriga Kristinn Bale þetta væla ég skal alveg vera assistant til Kristinn Bale sko. en já, klálega það er mér svo skrítið þegar það er eitthvað svona ég veit en það hlýtur að vera, hann er greinilega ekki að segja allt skilur nei, það hlýtur að meiri í þessar bók þess að þú þurfum bara að lesa hana sko. en þetta er ríkalega léleg dæmi sko. alveg glötuð já en það er alveg, já þú skoði eitthvað betur og það var gaman að finna eitthvað sem er unni svona starf ángríns Þetta sé fyrir Íslandi með personal assistant það er okkur fullt af fólk í Íslandi sem er að vinna fyrir svona celeb sem koma til Íslands fattur þau? Já, það er enda rétt og þau þurfa að skipuleggja ferðina og, og fara eftir þeirra demands veistu þessu, var ekki, þegar Justin Bieber kom inn vildi hann ekki heita pott fyrir aftan hann í Laugardalshöllinni eða eitthvað? Nei, út á kór Já. Við þurfum að tala um þetta fólk ángríns bara hvað er skrýnast að demendi á okkur celeb sem hefur komið veist, fólk sem var að taka móti Kim og Kanye skilur það er fólk að baka þetta allt sko. Íslendingar sem plunuðu ferðina í frið heima og allt þetta oh my god, við þurfum að finna þetta fólk að senda okkur eða hlusta ef þið veitir hvað það er, hvað fyrirtæki vinnur til þess að gera þetta og við þurfum að fá svona... þau fara líka ógeðslega, er ekki langflestir sem fara á hótel eða oh my god, hvað heitir það sem herbyggin eru, þú veist þetta er svona penguin herbyggi það er til Íslandi? Já, Afrika herbyggi, hvað heitir þetta hótel þetta er geðið fínt hótel, er þetta að taka þyrlanga, Rangá já, Rangá hótel Rangá, þau fara eiginlega flest þangað getur ekki fengið starfsmann þaðan já, gríns en heldur að þau séu ekki búin að skrifa undir eitthvað svona það er því að Kim gisti þarna, Bieber gisti þarna fleiri sem hafa gisti þarna sko pottet eitthvað en þú veist kannski má segja án þess að segja manneskina já, hvað voru það að biðja þú veist hvers konar símtöl voru þau eitthvað svona herði að ringja niður í lobby og biðja þú sá okkur sögu á einhverjum áðan það var einhver manneskja sem var í London úr frá Bandaríkjunum hringdi í aðstofamann sinn klukkan 8 eða eitthvað morgun sem var þá 4 í New York og baði hann að hringi í lobby að því að það klóspapir já, ok mjög eðlilegt vá, pældi í þessu, þetta er svo grilla starf sko.
Haldi að það miklu styttra fyrir hann að ringja bara beint í lobbið. Já, nei. Hún er ekki að ringja sjálf bara hægir en að Mariah Carey með átt klóspapir. Nei, áttúks. Þetta þarf að vera hægir að ringja henni fyrir Mariah Carey henni með átt klóspapir. Já. Held ég að líta svona á stórt á sjálfa sig. Það þurfa allir rassaskeini, sko. Engar ágjur, sko. Það er ekki spurning, sko, nema að sé eitthvað að. Nefnum þú þérst ekki mjög ung. Þegar hann sé ekki mér rassabóri. Já, rassabóri. Herru, krakkar mínir, takk fyrir að fylgja okkur í þessu morgunþætti. Já. Þetta kemur svolítið ekki út morgun, en you know what we mean. Nei, true. En við erum bara að segja, við vorum í galsára því að klukkan er lítið. Já. I'm sorry, guys. I'm sorry. En er geðvig skemmtilega þætti framundan. Mjög mikið. Við erum bara wow, ok, skipulögðu við. Sko, við erum svo skipulögðar, krakkar. Við áttum FaceTime call í gær í klukktíma og skipulögðum svo mikið. Þannig að, en það sem við erum líka á fullu að skipulögja er skemmtilega live show okkar sem er 19. október. Ég búið B-Pro. Já. Og Subway. Ég get ekki beðið, sko. Nei, ekki heldur. Það er ennþá meir til á text.is. Þetta verður svo Köpum við það að því að við ætlum að halda afmæli saman og þetta er á þriðjudegi, þannig að þú getur ekki plön á þriðjudegi, nema þetta, skilur. Nei, líka bara hvað, hey, þriðjudagur is the new Friday, sko. Ágreins, við erum trending that, sko. En þú veist, það er engin með plan á þriðjudegi, sko, nema að koma að live showið okkar. Ég bara, það hafa ekkert betra að gera það nokkuð. Kemur út þáttur á þessum degi þá? Nei, við kemum ekki út þáttur, já. Við vorum með á þriðjudegi. Vá, ég er alveg út að gæða. Herru, love you guys. Love you besties. Sér hvað 50 daginn. Sjáumst á 50 daginn.